kvöldið og verið hjartanlega velkomin á 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Í dag er 15. janúar 2026 og yfirskrift fundarins í kvöld er krafturinn í blóðinu. Og Einar Gautur ætlar að predika og síðan í lok fundar ætlar hann að vera með svona hugleiðslu stund þar sem hann ætlar að vera með svona spábæn sem er mjög magnað. Þannig að endilega staldrið við og ekki missa af því í lokin og síðan eftir það þá ætlum við að biðja fyrir fólki. Það eru komnar þó nokkuð margar fyrirbænir, allt lækningabænir og við ætlum að taka þann lista. Við skulum byrja á að leggja þennan fund í hendur Guðs. Já, Drottinn, ég bara bið þig að tala til okkar í kvöld og fá að heyra allt sem þú vilt segja okkur og leiðbeina okkur með og gefa okkur inn í lífið. Amen. Já, þetta efni, blóðið, er svolítið sérstakt þegar kemur að kristinni trú og það sem er sérstakt við kristna trú að blóð og blóðfórn skuli vera tákn kærleika og það sem er enn sérstakara að eitthvað verst og mest vanvirðandi aftökutæki í heiminum, krossinn, skuli vera tákn kærleika. Þetta er það sem að kristindómurinn gerir, það sem er myrkur, þar breytist allt í ljós. Þannig að jafnvel aftökutæki verður tákn kærleikan. Og allt tengist þetta, þessu efni, blóðinu. Og ég ætla að byrja á að fara í 1. Mósebók, 1. kafla. Að þá segir Guð að hann ætla að gera manninn í okkar mynd, líkan okkur, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu og allri jörðinni. Og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Manninu var fengið vald yfir jörðinni. Og það voru alls konar tré sem spruttu, girnilega og líta, góð að veta af, ásamt lífsins tré sem var í miðjum garðinu sem Guð gaf þeim og skilningstré góðs og ills. Af öllum þessum trjám mátti borða nema einu. Það mátti borða lífsins tré og það er það sem það átti að gera. En það var bara eitt tré, það var skilningstré góðs og ills. Og af hverju? Vegna þess að sennilega er þetta með tré líkingamál og það er ekki að því að það sé eitthvað löngun hjá mér til þess að skýra Biblíuna öðruvísi en stendur, en þegar maður horfir á ljóði, þetta er ljóð sko í Biblíuna og við sjáum það ekki alveg beint á textunum í íslenskri þýðingu og ljóð er oft með líkingamál. Eins og til dæmis ég tek oft dæmi ljóði blessu sólin elskar allt með kossi vekur sko. Við myndum ekki taka þetta og segja að sólin hljóti þá að vera með varir og segja að kissa alveg alla út í gegn sko, en við skiljum alveg textan. Kjarninn í þessu er að til að kynnast ílskunni þá þarf þetta hleypin inn í þig. Og þau máttu ekki, og þeim er sagt, ekki kynnast henni. Þið þurfi ekki að þekkja hana. Hún deyðir ykkur bara. Og svo höldum við áfram að þess vegna bauð drottinn Guðmanninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum mátti éta að vild, líka lífsins tré. En að skilningstré góðs og ills mátti ekki éta, því að jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og Guð er að segja, ef þú hleypir illskunnin í líf þitt, gengur henni á hönd, þá hefur það þessar afleiðingar að þú munt deyja. Og Guð var ekki að segja, þá ætla ég að deyða þig. Hann var hann við, mannin við, svo hann ger ekki eitthvað sem leiði til dauða. Svo þegar maðurinn gerði það, þá þurfti Guð að finna litla bjargónum. Nú, svo er frásögn sem er líka ljóð og í ljóðaformi, þegar að höggormurinn, þannig Satan líkt við höggorm, og þess vegna er þetta myndlíking í þessum ljóðum. Satan er hann líkt við höggorm því að höggormurinn er slægur, því að höggormurinn er með eitur, höggormurinn ræðst á fætur manna, hælana, neðsta hluta mannsins til að bíta og setja eitrið inn í æðakerfið hjá okkur og deyða okkur. Þess vegna er hann líkt við höggorm.
og þannig sjáum við að þessi ljóð eru full af myndlíkingum. Og höggormurinn segir við Evu, er það satt að Guð hafi sagt að þið megi geta neinu tré í aldingarðinum. Og ég tek eftir því í starfi sem ég búin að vera í áratugi, þar sem að er verið að fást við hvað er sannleikur, hvað er ósatt, að þegar menn lygin er annars vegar, þá er oft verið að efast það sem er satt og liggur alveg fyrir, með því að segja lygina bara nógu oft, þá kallar menn trúinni. Og hann byrjar að sá efasenda frægi, og þá segir kona réttilega hvað Guð hafi sagt. Ef við förum að hleypa ílskuninni í okkar líf og eta og öðlast skilning á henni, á okkar eigin skinni, á eigin raun, og hún kemur inn í líf okkar, þá deyjum við. Og þá segir höggormurinn, sanni til, þið munuð ekki deyja. Nei, það mun ekki gerast. Og svo segir, Guð veit leið og ég etið af honum, ljúkast augu ykkar upp og þið verið eins og Guð og skynjið gott og illt. Og þannig gerir djöfullinn tvennt. Hann segir, Guð vill ekki að þið verið eins og hann og vitið allt sem hann veit. Þið getið orðið eins og Guð, þannig að höfðar hann til stolt síns, svo skapar hann líka reiði, að Guð vill ekki að fá að njóta það sem hann nýtur, vita það sem hann veit, skynja það sem hann skynjar. Og þetta er það sem gerist þegar við tökum rangar ákvarðanir í lífinu. Það er þegar að stolt, reiði og hlusta á lygina í staðinn fyrir að horfa á staðreyndir, og þá eyðileggjum við líf okkar. Þá erum við að borða skilningstri góðs og ills. Já. Og við erum að því þá. Skilningstri góðs og ills, þessi mynd er til enn þann dag í dag og við erum að neita af því stundum. Og þegar að konan er búin að hlusta á þetta, búin að heyra það að Guð, hún getur orðið eins og Guð og Guð vilji halda einhverju frá henni sem hún má ekki fá að vita þá fer hún að horfa á þetta tré. Sér það fagurt á að líta, girnilegt til fróðleiks. Hvað er ekki oft sem að okkur langar eitthvað svo mikið sem er ekki rétt að við ákveðum að gera það. Ákveðum kannski að trúa því að sé allt í lagi. Og þegar hún sá það, þá tók hún af ávexti svo át og gaf einnig manni sínum sem með henni var og hann át. Og þetta gerum við nú oft þegar við erum að gera eitthvað þá er nú betur eitthvað að gera það með okkur. En þá upplifðu þau sér nakin. Og það er akkurat það sem gerist þegar við erum búin að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera og er rangt. Þá viljum við ofta engin vita það. Skömmin er yfir okkur. Engin má fá henni vita neitt. Og svo fólk getur verið að labba niður Laugaveginn og allt í einu fundið svo allir sér að horfa á sig, þá engin sé að því. Bara það er eitthvað svona sem við gerðum sem engin má fá að vita Og þau ákveða að bregðast við og sauma saman fíkjuviðarblöð og gera sér mittiskýlur. Og þá heyra þau til drottins Guðs sem gekk í aldingarðinum. Það er þannig í Gamla testamentinu, þá er sagt frá því að það er til engill sem heitir engill Jehóva, eða engill Jakve eftir hvernig ber það orð fram. Engill drottins er það þýtt á íslensku. Þessi engill átti samskiptið menn og meðal annars Adam og Evu og þá talaði Guð í gegnum hann. Það var ekki þannig að Guð var í líkamlegu formi að gangum í aldingarðinum, heldur þessi engill, hann birtist Abraham, gekk með Abraham, talaði við hann, snæddi meira sem með honum og Jakob, barnabarn Abrahams, glímdi við hann einu sinni
og þarna gengur þessi engill og Guð talar í gegnum hann. Og þegar þau mæta drottni á þennan hátt, í kvöldsvalunum, þá földuðu sig. Bíddu, voru þau ekki búin að hylja nekt sína? Þau upplifðu sig ennþá nakin. Og þegar við hefum hleypt ykkur illa inn í okkar líf, tekið rangar ákvarðanir, þá upplifum við okkur oft nakin og upplifum skömm eða einhverjar svona erfiðar tilfinningar. Og Guð kallar á þau og segir, hvar ertu? Og við þig sem heyrir í mig núna, það hlustar á upptöku seinna, þá er Guð að kalla okkur öll með þessum orðum, hvar ertu? Stundum er talað að leita drottins, en Guð er ekki týndur. Við erum það hins vegar. Og Guð er að kalla okkur, hvar ertu? Og Guð er að segja, ef þú upplifir þig nakin, komdu samt. Ekki vera hræddur. Ég hef stundum þurft þegar ég á samskipti fólk sem að frétti eitthvað sem er erfitt fyrir fólk að segja mig frá. Það kem ég oft beint til þeirra og segja, heyrðu, það er út þessu og þá veit að ég veit það og ég segi þá frá því á þann hátt að ég sé ekki dæmandi. Og þá er því létt, þessi búið að brjóta ísinn. Og Guð gefur okkur í kvöld kost á að brjóta ísinn og koma til hans eins og við erum. Með all okkar synd, all okkar skömm og blóðið í Biblíunni er til að hylja synd okkar, hylja nekt okkar og hylja skömm okkar. Þegar Jesús dó á krossi, þá dó hann nakinn hvað sem helgimyndun líður í kirkjunni. Og listamenn sem eru með myndskreitingar í kirkjunni stóð erfitt að sýna Jesú þannig. Skiljanlega, en þannig dó hann. Fyrir okkar nekt, fyrir okkar synd, fyrir okkar skömm. Og maður segir, ég var hræddur að því ég er nakin. Og þá segir Guð, hvernig vissirðu það? Hefurðu borðað trénu sem ég bannaði að éta af? Og maðurinn gerir eins og við gerum svo oft. Þegar öll spjót standa á okkur og við þurfum að gera grein fyrir gerðum okkar sem við getum ekki réttlætt eða afsakað. Svo hann segir, Guð, sko það eru tveir aðilar sem að komur í þessi vandræði. Það er Guð, það er þú sjálfur og kona mín. Hann segi, konan sem þú gafst mér, teldi mig og ját. Ekki hann. Hann bara fórnarlamb, sko. Guð spurði konuna hvað hún hefði gert. Hún segi, höggormurinn teldi mig og ját. Sem var svo sem alveg rétt. Og þá segir Guð við höggorminn, og munum að þetta er fullt af myndlíkingum. Á kviði þínum, það er bölvun yfir þér, og á kviði þínum skaltu skríða og mold eta alla þína ævidaga. En hvað þýðir þetta? Maðurum að gerður að mold jarðar. Í jarðarförum segja prestarnir að mold ertu komin, til moldar skaltu aftur hverfa. Og þetta, Guð er að segja hér eftir, mun höggormurinn þjá mannkynið. Djöfullinn, Satan sem birtist þarna mun þjá mannkynið. Hann mun mold eta. En svo segir hann meira. Nú set ég fjandskap milli þín og konunar, milli þíns afkvæmis og hennar afkvæmis. Það þýtt núna er niðja, en í eldri þýðingum og eiginlega öllum biblíuþýðingum er alltaf að tala eitthvað eitt afkvæmi sem konan mun eignast, sem verður fjandmaður höggormsins. Höggormurinn kom með skömm, höggormurinn kom með sjálfsásakanir, hann kom með lygi og hann kom með dauða. En Guð sagði það kemur afkvæmi sem brýtur þetta allt á bak aftur. Tekur syndina,
tekur skömmina, tekur nektina og tekur dauðan. Og það gerði Jesú með blóði sínu. Hann sagði við mann sem hann átti næturfund með, í skjóli myrkurs því enginn mátti vita, hann var að koma á fundinn, Nikódemus hét hann. Hann sagði við hann, því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til að hver sem á hann trúir, glatist ekki heldur af eilíft líf. Þannig að sonurinn kom til að gefa líf. Djöfullinn kom til að gefa dauða. Ef við viljum kalla það gjöf. Þá segja menn, af hverju er Guð svona dómharður? En Jesús sagði í framhaldinu, því ekki sendi Guð soninn til að dæma heiminn, heldur til að heimurinn frelsist fyrir hann. Þannig að Jesú er kallaður til að vinda ofan af því sem þarna gerðist og náði til Adams og Evu og allra niðja þeirra. Amen. Vísindamenn eru kannski ekki búin að sanna tilvist Adam, en þeir eru búin að sanna það og það er óumdeilt í vísindaheiminum. Allt mannkynið er frá einni konu komið. Og það er sem sagt svo kallar hvatberi sem í öllum frumum mannsins sem að sannar það. Það ætla ekki að vera út í... Hún er kölluð Eva. Hún er kölluð Eva af vísindamönnum, að þeir eru húmoristar. Og þið getið flettið þessu upp á netinu þið viljið. En Guð segir að þessi afkomandi konunnar, hann skal merja höfuð þitt. Þegar er verið að tala um höfuð í Biblíunni, sérstaklega Gamla testamentinu, þá er það, og við þekkjum líka til dæmis orðin svo að bera höfuð hátt, að móla höfuð einhvers þýðir að brjóta valdans á bak aftur. Þannig að hann segir, djöfulli fekk konuna til þess að koma þessu inn í mannkynið og hann segir, ég mun nota konuna til þess að eiga afkomenda sem einhvern tímann mun koma fram og hann mun brjóta vald þitt. Og ekki bara valdi heldur það sem að höggormurinn leiddi inn í veröldina. Ílskuna, dauðan meiri sé. Af því Jesús er kominn til að gefa eilíft líf. Og var ekki líka sjúkdóma? Sjúkdóma og allt saman. Allar afleiðingar þess sem þarna gerðist. Það segir, hann skal merja höfuð þitt, en svo segir hann, og þú skalt höggva hann í hælinn. Með öðrum orðum, að þegar að þarna spáð fyrir því að syndin muni, að þessi afkomendu konunar muni deyja. Þegar höggormurinn nær að höggva einhvern í hælinn, þá fer eitrið inn í blóðrásina. Til dæmis þar sem höggormar eru, þar eru menn í sérstökum stígvélum sem þeir ná ekki höggva í gegnum og ná nógu hátt til þess að höggorminn ná ekki í fæturna. En á sama tíma og þessi afkomandi konunar mun brjóta höfuð höggormsins á bak aftur, vald höggormsins á bak aftur, þá mun höggormurinn deyða það. En hann mun gera meira. Eitur höggormsins mun fara í æðakerfi þessa afkvæmis konunar og Biblía segir að Jesús hafi verið gerður að synd okkar vegna. Syndin og bölvunin sem við mannkynið fékk var fært yfir á hann. Og þegar að blóð hans rann, þá dó hann í okkar stað. Guð sagði, ef þið hleypið ílskun inn, þá deyið þið. Höggormurinn sagði, nei, það gerist ekki. Kenning höggormsins var, nei, ílskan leiðir ekki til dauða. Þannig að Guð sagði var að það myndi gerast. Og þegar að þessi atburðarás á sér stað, þá deyr, þá deyr Jesús með því að all syndin og allt sem hann gerðist, hann tekur á sig. Þannig eitur höggormsins deyta hann, líkamlega og andlega. Þetta þýðir að, sem sagt,
Já, svo höldum við bara áfram að Guð segir, það kemur bölvun yfir jörðin út af þessu öll saman. Maðurinn var drottinn jarðarinnar, hann var á jörðinni tekinn og bölvunin sem hann leiddi bölvun yfir alla jörðina. Og af því hann var drottinn jarðar, Guð hafði gefið honum, það kom bölvun yfir alla jörðina. Og hann segir að nú þarftu að hafa fyrir því að yrkja jörðina og þetta getur verið blóð, svit og tár að lifa af henni. Og svo segir hann, í sveita þíns andlit skaltu brauðs þíns éta þar til þú hverfur aftur til jarðarinnar, því af henni ertu tekin. Því að mold ert þú og til moldar skalt aftur hverfa, eins og sagt er í jarðarförunum. Og svo gerist dálítið merkilegt. Það segir Adam nefndi konu sinni Evu því að hún varð móðir allra sem lifa. Og eins og vísindamenn hafa sannað að það er ein formóðir allra manna. Og svo segir, og drottinn gerði skinnkirtla handa Adam og konu hans og lét þau klæðast þeim. Þessi setning lætur lítið yfir sér, en hún segir rosalega hluti. Hún segir í fyrsta lagi, nektin er ekki hölin fyrir en að einhver deyr. Og þarna úthelti sjálfur drottinn fyrsta blóðinu á jörðinni. Engillinn sem Guð talaði gegnum engill drottins, hann kemur hérna með skinn og hvernig vörðu skinnin til. Það var að dýrum. Og þarna er boðskapurinn, Guð mun útvega fórn, blóð hennar mun renna og þannig verður nekt mannsins hulin. Þannig að það sem er að syndin leiddi til dauða, en þarna leiddi hún til dauða fórnar sem Guð hafði útvegað. Og að lokum útvegaði Guð fórn sem var hans einkasonur. Jesús hafði verið til hjá föðurnum, sonur Guðs frá eilífð, alltaf verið til, fæddur frá föðurnum kominn, eitt með föðurnum og svo mikið eitt að við tölum bara um eitt Guð, en hann gerðist maður til þess að taka afleiðingar syndarinnar fyrir okkur. Svo tala menn um að Guð sé óréttlátur, hegningi sem við höfum unnið til kom niður á Guði sjálfum, Jesú Kristi. Þannig að það var fórnin sem Guð útvegaði til þess að snúa tilbaka því sem þarna gerðist. Og reyndar gerist þá meira að Jesús gefur eilíft líf sem aldrei getur dáið aftur. Lífið sem Adam fékk að dáið þegar hann hleypti illskunni inn í sig, en Jesús kemur líf sem aldrei getur dáið. Þetta er einu kringumstæðum. Nú, þá eignuðust Adam og Eva 2 syni. Og það segir, Abel var hjarmaður en Kain akuryrkjumaður. Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar. Og takið eftir þessu. Kain fórnaði af ávexti jarðarinnar. Og hvað notuðu Adam og Eva til að hylja nekt sína? Fíkjuviðarblöð af ávexti jarðarinnar. Einhverju sinni færði Kain fórn af ávexti jarðarinnar. Abel færði einnig fórn af frumburðum jarðar sinnar. Og þegar að Jesús stóð á krossi, þá var hann frumburðurinn. Hann var einkasonur Guðs, einkasonur föðurins. Fyrsti, frumburður. Og Abel sem sagt færa frumburðum hjarðar sinnar og feiti þeirra. Þannig að það fyrsta sem fæddist gaf hann Guði. Og það segir, drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans, en leit ekki við Kain og fórn hans. Af hverju?
En þess að Kain neitaði að trúa því að syndin leiddi til dauða og kom með fórn af akrinu. Abel hins vegar tók frumburðinn og færði blóðfórn sem tákn upp að það. Hann tryði því sem foreldrar hans höfðu kennt honum að Guð myndi útvega fórn og blóði og þyrfti að renna fyrir synd okkar. Það er ekkert í Biblíunni sem segir að Abel hafi verið betri en Kain, fyrr heldur en að Kain brjálast. Það segir að þegar að þarna hefur engill drottins komið og hort með velþóknun á fórn Kain sem að var rosalega sem að var algjörlega í samræmi við það sem að hann hafði kennt foreldrum þeirra og þeim sjálfum, en Kain neitar að trúa þessu. Það segir í Hebreabréfinu fyrir trú færði Abel betri fórn en Kain, ekki að því hann væri betri maður. Og það sem að skipti máli var ekki hvað þeir höfðu gert, heldur hvað fórn þeir byggðu á. Og þegar að engill drottins leit ekki við fórn sem byggðist á því að fara gegn orðum Guðs, þá verður í staðinn fyrir að Kain segja og heyrðu, ok, ég sé að mér, Abel, ertu ekki til í að leiða mér að fórna frumburði hér að þín og nóga þessu. Þá verður hann niðurlútur, hann verður reiður. Og hann var mjög þungur á brún, segir. Og drottinn sagði við Kain, hví reiðistu? Af hverju ertu þungur á brún? Eða engill drottins sem sagt. Er ekki svo að þú getur upplýtt starfur að þú gerir rétt? En gerður rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Þannig að Guð segir, ekki fara þessa leið. Ekki fara leið biturleika. Ekki fara leið reiði. Ekki vera með allt á hornum þér. Það er svo oft sem að biturleiki, reiði og hafa allt á hornum sér leiðir okkur til að gera hérna röngu hluti. Eyðileggja líf okkar, fjölskyldu okkar, barnan okkar, sambandi við aðra, stöðu okkar í vinnunni og svo framvegis. Hann segir ekki gera þetta, ekki fara svona með þig. En Kain lét ekki segjast. Hann segir við Abel, komdu út á akurinn sem hann átti, Kain, þegar hann var akuryrkjumaður. Og síðan ræðst hann á hann og drepur hann. Og þá kemur drottins til Kain og segir, hvað er Abel bróðir þinn? Kain segir, ég veit ekki, og ég er að fara að passa upp á bróður minn. Svona tala menn þegar þeir eru órólegir hið innra. Það verður menn aggressífir. Og þá segir drottinn, hvað ertu búin að gera? Blóð Abel bróður þíns hrópar til mín af jörðinni. Og þá hugsa Kain, hvað er ég búin að gera? Þá loksins nær hann áttum. Þannig við og já. Við segjum stundum að þetta sé nú bara að segja Kain og Abel, við myndum aldrei gera svona, en það er nú þannig að, hvernig veit það að það er nú þannig að ég get endursagt þessu sögu. Hugsum okkur bara í nútímanum, að það er einhver einstaklingur sem að ánetjast eiturlyfjum og vímuefnum og víni, vissi stjórn á þessu. Hann er búinn að brjóta allar byrjar að baki, hann er búinn að stela
frá fjölskyldunni, hann er búinn að falsa nöfn foreldra sinna og hann er búinn að fá einhverju fjölskyldun og vini og fleiri til að skrifa upp á fyrir sig sem fellur síðan á þá og hann er búinn að gera allt sko sem hægt er til að brjóta alla brýr að baki sér. Svo er þessi fjölskyldumeðlimur búinn að þurfa að tína skítinn eftir hann og taka afleiðingum þessum gerðum viðkomandi og og svo gerist það af því að það er svo mikill kraftur í blóði Jesú að þessi maður, hann kannski fer á samkomu og gefur Jesú líf sitt, upplifir þennan nýjandi kraft sem reisir hann við og hann fyllist gleði, hann fyllist krafti og hann byrjar nýtt líf. Kemur síðan til fjölskyldunar í eitthvað fjölskylduboð og segir, ég er frelsaður. Fólki í fjölskylduboðun segir, já, ok. Ég er svo glaður, ég er búinn að höndla lífið. Já, já. Og það bærast og svo af því að þegar fólk er svona nýbúið að snúa við blaðinu, þá er það ekki alltaf í vísdómi. Og þá kemur hann og segir, sko, þið verðið að upplifa þetta líka, sko. Þið verðið að kynnast Guði og eignast eilíft líf og verðið eins og ég. Ok. Og af hverju getur maður sem búinn að brjóta alla brýr að baki sér, af hverju getur hann fengið upplifa svona? Af hverju sett ekki Guðan ekki á skilor og leta hann þjást pínlítið áður? Það er vegna þess að það er blóðið. Það fórn Jesú á krossinum sem veldur því að það er svona mikill umbreytingarkraftur. En svo við hinnir sem er kannski búin að vera að skreyta okkur með góðum verkum, við eigum erfitt með að kyngja því að finna Guði í burtu. Við þurfum að glíma við alls konar vandamál sem enginn veit þunglyndi, svefntruflanir, vonda drauma, martraðir og segjum Guð, allt þetta sem ég er búinn að vera að gera, allt sem ég er búinn að vera að hjálpa öðrum með, allt sem ég er búinn að láta gott að mig leiða. Og svo kemur þarna einhver náungi sem ég er búinn að borga fyrir hann 20 milljónir af því að ég skrifaði upp á fyrir hann og hann er bara glaður í nærveru þinni og byrjaði nýtt líf. Hvað með allt sem ég hef gert? Og Biblían segir, það er ekkert sem við getum gert til að nálgast Guð. Það eina sem við getum gert er að taka á móti því sem Jesús gerði á krossinum. Þegar í sögunum Kaín og Abel, þá var það hvað fórnir komu með sem breytti öllu, ekki hvað þeir höfðu gert gott og slæmt í lífinu. Þannig að og í annarri Mósebók, 24. kafli sagt frá því þegar Guð gaf lögmál sem snerist allt sem hann átti að gera eða átti ekki að gera. Og Mósi sagði þegar fólkið ákvað að gera sáttmála við Guð, þá því næst tók Mósi sáttmálsbókina, las hana fyrir fólki og sagði, við skulum gera allt sem Guð hefur boðið og drottinn hefur boðið og hlýða á honum. Þá tók Mósi blóðið, stökkti því að fólki og sagði, þetta er blóð sáttmálans sem drottinn gerir hér með ykkur og byggður á öllum þessum fyrirmælum. Þetta var sáttmáli sem Guð gerði og það var og blóðinu og hann var innsiglað með blóði. En Ísraelsmenn gátu ekki haldið hennar sáttmála sem hafði verið innsiglaði með blóði dýra og þegar þeir voru komnir í útlegð, búið að reka á landinu þeirra fyrir svona 586 fyrir Krist, þá kom spámaðurinn Jeremía sem hafði séð þetta allt fyrir og hann segir, sjá þér dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. Það verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði feður þeirra þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi út á Egyptalandi, sem ég las áðan, sem var innsiglaður með blóði dýra og stökkt á fólkið. Og svo kemur hvernig nýji sáttmálinn verður.
Þannig sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessi dagar er liðnir, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða líður minn. Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður og segja, þekki Drottinn. Allir munið þekkja mig, bæði smáir og stórir. Og það er þannig að þegar við göngum inn í þennan nýja sáttmála sem að spámennirnir í Gamla testamentinu spáði fyrir að myndi verða, þegar við göngumst honum hönd, þá kynnustu Guði. Þá fáum við upplega nærvera hans. Það eignum sér samfélag við hann og finnum kraft hans í líf okkar. Og það segir, ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnast ekki framar synda þeirra. Þannig hann byggist á því að syndin er fyrirgefin. En sagði ekki Guð að við myndum deyja? Jú, en Jesús, einn maður, leiddi syndin inn í heiminn með óhlýðni sinni. Og Guð sendi einn mann, Jesú Krist, til að taka allar þessar syndir mannkyns og deyja í okkar stað. Hann tók afleiðingunum og við fáum lífið. Og Biblían segir, í þessu nýja sáttmála skiptir ekki máli hver okkar fortíð er, heldur hvort við tökum við leifum þessari fórn og kraftinum í hennu að virka í okkur. Og svo kom stundin þegar Jesús átti að færa fórnina. Og þá sem sagt áttu þeir máltíð saman, páskamáltíð, og það segir í Mattheus 26. Þá þeir mötuðust, tók Jesú brauð, gerði þakkir, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkaminn minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Og einu stað stendur, þetta er blóð hins nýja sátt, þetta er kaleikurins nýja sáttmála í mínu blóði. Ísraelsmenn upplifðu blóð dýra, en þarna var blóð sonarins, frumburðarins, sem að var verið að úthella. Og þegar að í gyðingdómnum, þegar musteri var til, þá var rosalegt þykkt og mikið tjald milli staðarins sem geymdi sáttmálsörk drottins þar sem að boðurinn 10 voru geymd og þangað mátti bara æðsti prestur fara inn einu svona ári. Og þetta tjald táknaði aðskilnað Guðs og manna. En þegar Jesú dó á krossi, þá rifnaði þetta tjald, þó það var okkur allt staðheldur krossin, ofan og niður. Þegar leiðin til Guðs var opin öllum mönnum. Og það segir, þá hrópaði Jesús hári röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði fortjald misturins í tvennt, ofan frá niður úr, jörðin skalf og björgin klofnaði. Grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengur úr gröfum sínum og kom í borgina helga og birtust mörgum. Og þannig var svona 100-höfðingi, rómverskur, sem sagði sannarlegri sem maður sonur Guðs. Og en þegar Jesú var dáinn á krossi, þá sagði hann það fullkomnað. Og það var að fullkomna það sem hann hafði tekið að sér að gera. En það var eitt eftir. Og sá sem framkvæmdi það verk var rómverskur hermaður. Það var sem sagt að koma laugadagur og hjá gyðingum byrjar dagurinn sem sagt þegar sólin sest kvöldið áður. Og það þurfti að koma Jesú í gröfina áður en hvíldardagurinn hófst og ræningjónum þeimur sem voru krossfestir með honum. Þannig að það var regla þegar menn voru teknir á krossinum að brjóta fótleggina. Ef skekkinni að einhver veri kviksettur sem virtist látin að verða ekki, þá kæmist hann ekki út úr gröfinni og myndi deyja alltaf einu. En þá kemur hann að Jesú og sér að Jesú er steindauður og svo mætti orðið komast. Tíminn var orðið naumur og menn voru að flýta sér.
Svo í staðin fyrir að fara að brjóta beinin og standa í svoleiðis vesinni og hann sér hann er dáinn alveg klárlega, þá tekur hann spjót og stingur því í síðu hans. Og þá rann jafnskjótt út blóð og vatn. Og hvert fór blóðið? Niður á jörðina sem er undir bölvun. Eftir það er blóð Jesú, er jörðin blessuð af þessu blóði. Hvar sem við erum í heiminum virkar krafturinn í blóðinu þegar við áköllum Jesú. Hvar sem er í heiminum breytist líf okkar þegar við gefum honum okkar líf. Þegar blóðið féll á jörðina. Og vatn er tákn um líf. Og þannig að þegar Jesús er hann á krossinum, þá þurfti blóðið að falla á jörðina. Og Guð sagði við Kain, blóð Abels bróður þíns hrópar til mín á jörðinni. En blóð Jesú sonar hans, það hrópar líka frá jörðinni kröftugar en blóð Abels, eins og segir í Hebreabréfinu. Og þegar við gefum Jesú líf okkar, þá upplifum við þennan kraft, umbreytingarkraft, sem að tekur burt skömm okkar, tekur burt synd okkar og fyllir okkur að krafti, lífi og gleði. Og núna áður en lengra haldið, þá ætla ég að bjóða þeim sem að eiga ekki hafa stigið það skref að biðja Guð að láta kraftinn í blóði Jesú umbreyta lífi sínu, að biðja með ykkur og biðjum saman á þann hátt að þessi umbreytingarkraftur byrja að verka í okkur. Færðu svo í spábænina? Já. Og það sem sem sagt, við gerum núna er ég ætla að biðja ykkur að hafa eftir mér, og Biblían segir að það eina sem við þurfum að gera er að játa Jesú sem okkar drottinn, okkar Guð, og trúa á hann. Og ástæðan fyrir því við þurfum að játa hans í okkar drottinn er að þetta virkar ekki að fyrir en við gefum honum líf okkar og göngumst undir hans vald, þá gefur hann okkur líf sitt. Amen. Þetta er sem sagt býtti. Við gefum honum okkar brotna líf, okkar syndir, okkar skömm og allar okkar þjáningar, allar okkar sjúkdóma, og afhendum honum. Hann gefur okkur í staðinn allt sem í honum er, eilíft líf, gleði, kraft og sigur. Amen. Þetta er góð býtti, góð viðskipti. Mjög óvenjulegt að því Jesús er gyðingur, að það er mjög óvenjulegt að sé ekki eiga svona góð viðskipti við gyðing. Þeir eru mjög snjallir í viðskiptum, er sagt. En þarna er Jesús kominn, sagði, það sæll að gefa hann að þiggja, og við gefum honum það sem í okkur er, okkar líf, og hann gefur okkur sitt líf. Amen. Og nú biðjum við saman. Kæri Jesús, ég gef þér líf mitt. Þú ert minn drottinn, og ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú hefur dáið fyrir mig. Ég trúi því að þú hefur risið upp fyrir mig. Amen. Og nú skulum við fara í hugleiðslubæn saman. Amen. Og það sem að ég verð með framhald að þessu næst, og fer í svona fleiri atriði. Og þannig að þetta var það mikið efni, ég treysti mér varla til að taka þetta í 2 hlutum. En nú ætla ég að biðja allum að loka augunum. Og ég ætla að biðja ykkur að sjá ykkur fyrir ykkur, afhenda Jesú allt í lífi ykkar sem að þið hafið ekki afhent honum áður. Það er oft þannig að við erum með læst inn í kistu okkar
og þá er ég líka það sem að enginn má sjá og enginn má vita. Sumir eiga heima hjá sér peningaskápa, aðrir eiga bankahólf sem gemt er eitthvað sem enginn má komast í. En nú ætlum við að opna allar gáttir og leyfa Jesú að sjá inn í allt okkar líf og ætlum að gefa honum það. Og nú ætlum ég að biðja ykkur að sjá fyrir ykkur þegar Jesús er að gefa okkur í staðinn hans eigið líf. Gleði, frið, kraft, hamingju og eilíft líf. Við ætlum að horfa á hvernig við skiptum þessu út. Gamalt og ónýtt, fyrir splunkunýtt, eilíft og varanlegt. Við ætlum að eiga svona smá hljóðastund. Og nú finnum við þegar kraftinn koma inn í okkur. Við finnum hvernig að blóð Jesú Krists sem hrópar á jörðinni er að þvo okkur, er að hreinsa okkur, er að gefa okkur kraft. Og við sjáum fyrir okkur bjarta framtíð. Við sjáum okkur þar sem við erum núna með öll okkar vandamál, allt sem við erum með á bakinu, allt sem hefur verið að sliga okkur. Við sjáum Jesú ganga við hlið okkar og með honum ætlum að fara frá þeim punkti sem við erum núna og þangað sem að hann vill leiða okkur og þangað sem að okkar draumar og þrár vilja fara með okkur í samræmi við vilja Guðs. Og nú ætlum við að taka í burtu ranghugmyndir um Guð. Ranghugmyndir að Guð vilji refsa okkur. Ranghugmyndir að Guð vilji dæma okkur. Og ætlum að hreinsa okkur að ranghugmyndum að Guði finnst við aldrei nóg. Og í staðinn þá ætlum við að sjá fyrir okkur að Guð kom til að bjarga okkur. Til að gefa okkur það besta sem hann átti og það mesta sem hann átti sem var hans eigin sonur. Til þess að taka synd okkar og skömm á sig og bera hana sjálfur. Hann gaf sitt líf fyrir okkur og Faðirinn á himnum gaf hann fyrir okkur. Við ætlum að taka á móti því að Guð elskar okkur skilyrðislaust. Hann setur engin skilyrði fyrir elsku sinni. Hann fær aldrei nóg af okkur. Sama hvernig við bregðumst, sama hversu oft við heitum því að gera eitthvað, kannski áramóti heitum, en gerum svo þveröfugt. Guð fær aldrei nóg af okkur. Hann þráir bara að blessa. Hann er okkur ekki reiður og hann er ekki að setja klafa á okkur. Við ætlum að taka á móti þessum kærleika. Við ætlum að trúa því að þessi kærleiki sé svona. Því að Biblían segir alveg skýrt að svo er og milljónir manna hafa fengið að reyna þetta. Við erum af jörðu komin eins og Biblían segir líkamlega, en blóð Jesú hrópar á jörðinni og það fara að hrópa inn í okkar eigin lífi. Það féll á jörðina og það féll þar með okkur líka. Og við þurfum bara að leyfa þessum krafti að vinna innra með okkur.
Við ætlum að leyfa blóði Jesú að vinna verkið. Hann brýtur höfuð hókarósins, hann brýtur vald, því sem skömmin gefur. Hann tekur burtu reiðina sem við beinum gegn öðrum til þess að hylja það sem er slæmt í okkur sjálfu. Hann brýtur eftirsjána. Hann hjálpar okkur að byrja algjörlega upp á nýtt, með ekkert á bakinu. Og við finnum hvernig krafturinn í blóði Jesú fer hug okkar, hvernig hann fer líkam okkar, sál okkar, and okkar og við upplifum þennan kraft í kvöld. Í Jesú nafni, amen. Þú myndir taka núna við með bænarefni. Ég ætla hans að biðja bara fyrir öllum sem er að hlusta. Hvort þeir eru stattir á sjálfur stundinni eða hlusta eftir á. Ég ætla bara að biðja heilagan anda að bara flæða hér í gegnum okkur. Og ég bara þakka þér fyrir að blóð þitt hefur hreinsað okkur, hefur hreinsað hjart okkar. Og mér langar til þess að tala núna út í Jesú nafni, lækningu inn í hugafar allra sem eru að hlusta núna. Í Jesú nafni, þú ert með heilbrigt hugafar, þú ert með læknað hugafar, Drottinn hefur læknað hugsanir þínar og það kemur friður og ró og frelsi og kærleikur inn í hverja einustu hugsun í þínu hjarta, í þínum huga, í Jesú nafni. Hugsanir þínar eru afslappaðar, yfirvegaðar og fullar af trú og von og krafti og uppbyggingu. Og þú ert eftir að taka sérstaklega sterkt eftir í næstu dag og vikur hvað þér líður vel, hvað þú ert orkumikil og orkumikill og hvað hugsanir þínar eru svona glaðlegar og skemmtilegar og fallegar. Af því að Jesús Kristur hefur fyllt hugsanir þínar að sínu ljósi. Af því að þú hefur hertekið hverja hugsun til hlýðni við Krist með því að taka við blóðinu, með því að taka við því verki sem að Jesús vann fyrir þig þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Þú hefur tekið við þessu inn í hjarta þitt núna. Og mér langar til þess að bara tala það út hérna yfir okkur öll í Jesú nafni. Þér líður vel í einn skinni, þú finnur fyrir öryggi, þú finnur fyrir þakklæti og gleði. Og þegar þú vaknar á morgnana, þá brosirðu og finnur að þú ert tilbúin í daginn og þér líður vel. Að Jesús er með eitthvað nýtt fyrir þig. Eitthvað stórkostlegt fyrir þig. Og þú ætlar að leyfa þér að finna fyrir tilhlökkun í hjartanu. Og þú finnir fyrir þrá í hjartanu í að lesa orðið og eyða tíma í nærveru Guðs. Taktu tíma ein eða einn með Guði daglega. Af því að þá muntu upplifa Guð á stórkostlegri hátt en nokkru sinni fyrr. Í Jesú nafni, með þeim krafti sem að heilagur andi er, tala ég lækningu yfir þig og þitt líf. Í Jesú nafni tala ég heilbrigði inn í þig og þitt líf og þitt hjarta og þína sál og þinn líkama. Í Jesú nafni tala ég frið og ást og kærleika
og það fyllir hjartað þitt og umbreytir þér innan frá. Þessi kraftur heilags anda og við þökkum þér fyrir heilagur andi. Að hér inni eru synir og dætur sem að hafa gefið þér hjarta sitt og elska þig. Í Jesú nafni. Amen.